Góðan blessaðan daginn. Hvað segjum við í dag? Allir í stuði, sögðum við að sagt. Í Guði, já. Þá eru alltaf í stuði. Guði nefnilega gefur góða lund. Drottinn gefur góða lund. Og ef hún ekki upp góðri lund með drottni áttu vonlaus. Ég trúi því nú að enginn sé svo vonlaus að drottinn geti ekki náð góðaskapinn í fólki. Hann er nefnilega öflugur. En til þess að allt sé nú rétt gert hér hjá okkur, þurfum við að núlla þessa ágætu og svo leyfum við að fara að telja. Þessa ágætu er ég að tala um. Í svona þætti er hún aðalatriðið. Sem við viljum ekki hafa neitt tíma á neinu. Þegar bara, það heitir eftir að láta Guð ráða. En langt síðan ég komst að því að Guð er alveg til í að stilla þetta af með einhvern tíma. Hitt er bara enn eitt bullið sem gengur að Guð bara eigi að ráða. Hann ræður, en hann skipuleggur þetta. Hann er með ákveðið kerfi á sem að hann veit að við viljum hafa, og rættuða það, hann veit að við viljum hafa þetta kerfi. Og þetta kerfi virðir hann til að mynda einhvern tíma á því sem við erum að gera. Sjálfur kann ég vel við það að vera með einhvern tíma á, en tíma man ég eftir í kirkjunni að mönnum var meinilla við að einhver tími væri á, þeir sögðu, við látum bara Guð ráða þessu. En Guð ræður þessu, líka þó að sé einhver tími á. Hann samþykkir það bara að sitt fólk stilli þessu af með einhverjum hætti og tíma stilli þetta með einhverjum hætti. Hann tekur það bara í mál. Þannig að hann er ekkert í einhverjum slagsmálu við sína menn og hún er alveg sama þótt ég sé 30 mínútur eða 50 mínútur eða klukkutíma. En hann er alveg sáttur við það að þessu ljúki svona innan einhvers ramma. Þannig að það er ekkert rangt í það og við tímasetjum stundina og allar stundir í kirkjunni eru tímasettar og það vitum við mjög vel. Ég svo sem hef aldrei heyrt tala neitt um það að menn væri ósáttir við það, en tíma kannski bara örlítið á einmitt þessari hugsun. En það var bara tíma. Þannig að við sjáum að alls konar hefur komist inn fyrir dyrnar sem að olli kannski smá í sundrungu í hópnum. Við veitum alveg hvaðan þetta kemur. En að því að draugur Guð er góður og hann er drottinn, þá sópar hann öll svona út. Og eftir stendur ég og með orðið með mér. Og það stillir öll af sem þarf að stilla af og við göngum fram í orðinu vegna þess að orðið er okkur kært. Ef orðið er okkur ekki kært þá held ég að við endumst nú ekki mjög lengi í þessu. Þegar orðið drífur okkur áfram. Við erum drifin áfram á trú og trúin drífur okkur áfram á orðinu, orðið Guðs. Þannig að þetta hangir alveg saman og ég er hérna inn í þessar hringrás og ég lít þessu. Sem merkir það svona strangt til tekið að drottinu er bara tekið við. Og þá er ég og þú og við komin í mjög góð mál. Því hann hefur skapað þennan heim. Hann gerði frá A til Ö og hann sagði þennan heim fullkominn. Svo kom ég og svo komst þú og kynslóðurnar fram til ársins, já þangað til þetta byrjaði allt saman. Fyrsti maður var Adam og frá honum liggja allar þessar rætur sem eru í dag. Já, þá var komin svo skikkan á
að þetta var allt saman kannski má segja var svolítið tímasett. Aldur mannsins, hann var aldrei, já kannski til að byrja með bara eilífur. En nei, ég man ekki alveg hvernig það var. En þetta var allt saman tímasett. Og Drottinn segir á einu stað, nú skal aldur mannsins vera 65 ár. En við verðum nú aðeins eldri en 65 ára og sumir verða 100 ára en það er mjög fátítt að menn nái 100 ára aldrei. En áttrætt, nírætt er algengt í dag en þá líka geta menn átt von á því að það var nú að falla saman eftir bara hvenær sem er þess vegna. En við ráðum óskum lítið þetta því að við náttúrulega bara eldustum. Svo vorum urðum við 10 ára, svo verðum við 72 ára og hvað ætla ég að gera í því? Ég er í þessu lífi og hver dagur líður og árin að baki telja og já, ekkert það að segja. En hvernig hef ég varið í lífi mínu er kannski spurningi sem við getum velt fyrir okkur. Ég hef varið í skynsamlega, hyggilega, eða hef ég klúðrað þessu öllu meira og minna. Ég trúi því nú ekki að neinn maður hafi klúðrað þessu úr rati lög. En ég veit að margir á einhverjum stað klúðra einhverju hjá sér. Og verða óskaplega húlir í framann þegar þeir uppgöta það. En það er alltaf að klúðra. Það er að segja, ef við lærum að því. Mistökin, já klúðrið, það veit kenna okkur það sem betra er. Og ef við erum svo fullkomin, ef við gerum alltaf rétt sem sá maður er ekki til, það var einn til, hann heitir Jesús, en ég er ekki Jesús og þú ekki. En við erum alltaf að læra af mistökunum okkar og ætlum að hafa ekki mest lært af þeim mistökum sem maður hefur gert. En gerir vonandi miklu færri í dag en maður gerði einu sinni, af því maður tekur á málunum og gerir þetta aðeins betur næst. Þetta er það að vera í lífinu, lifandi, sem vitsmuna vera. Maður er vitsmuna vera. Og hann er vitsmuna vera. Það held ég að við séum alveg sammála um. En við sumt af okkur erum Guðs fólk. Og það er ekki mér að þakka. Ég veit ekki með þig, þú varst kannski hlaupandi á milli herbyggja til að leita Guði, en ég var ekki þar. Og allt í einu skeiði það bara, ég man alltaf til því að horfði til hlið og það er til Guð. En það var náttúrulega búin að vera einhver smávegis aðdragandi að því, á þess að ég var neitt að velta því fyrir mér að ég væri sjálfur á leiðinni þangað inn. Ég fannst þetta áhugavert og spennandi allt saman það, en þetta hafði samt sinn aðdraganda. Og það skeiði heima hjá mér, ég bjó þá í Grettisgötu upp í Reisherbyggi, litlu og fallegu. Allt í einu bara segi ég þessi orð, nú það er til Guðs. Og þar með byrjaði mín trúarganga. Þó var engir flugeldarsýningar, það var ekkert í raun og veru sem skeiði nema allt í einu opinberaðist Guð fyrir mér. Það var engin vitni að því. Þetta var ekki votta viðurvist, ég var ekki neitt í kirkju, ég vissi svo sem, jú, að það var eitthvað kirkja var til og ég man ekki einu sinni hvort ég vissi það, jú, maður vissi það nú kannski að það voru til svona söfnuðir utan hérna þjóðkirkjunar, en hvað þessi söfnuðir voru, ég vissi það ekki. Og ég svo sem hleyp ekki beint inn í söfnuðinn, ekki svo í muni, en ég gerði það seinna. Ég var í nokkur ár út á landi og var ekki þar inn í neinu söfniði, nema þjóðkirkjunni bara, sjálfskipað. En ég var alltaf trúaður þar. Og ég lagði stund á fræðin, ég lagði stund á lesturinn, ég lagði stund á að læra þessi fræði. Já, lagði mig fram við það. Og trúin þarna fyrir austan
hún óx og var svolítið mikil að vöxtum og með þetta kem ég suður. Og það það fyrsta sem ég geri þar, ég vissi náttúrulega að það var til hellingur af söfnuðum þar, að ég fer að leita upp söfnuð. Og ég fer einn og þar í nokkur ár og góður söfnuður allt saman það. Og svo fór ég þaðan í annan söfnuð og svo í þennan söfnuð sem ég núna búinn að vera í 10-15 ára, 15 ár líklega. Ég reikna með því að maður verði þar bara svo lengi sem maður dregur andan. En annars veit ég ekkert það í sjálfu sér, ég veit ekkert hvernig dagurinn endar, en það stendur ekki til að fara neitt, en ef Guð vill þá geri ég það. Þannig hefur þetta alltaf verið, ég hef alltaf lyft bara Guð að ráða. Og ég hvet menn alltaf til þess að bara hafa þetta svona, þetta mjög einfalt, ekkert flókið, því hann aðilinn sem að veit hvað þér fyrir bestu, hvað sem þú segir það, þá veit hann hvað þér fyrir bestu, og að því hann veit hvað þér fyrir bestu, þá lærir þú líka inn á þetta og þú umorðalaust bara hlýðir vilja Guðs, vegna þess að þú hefur reynt að það hvort þér fyrir bestu. Og þannig ertu komin á mjög góðan stað í þessu allir saman, að þú ert með þetta alveg á tæru, og það hægt að hafa fullt af hlutum á tæru. Það að segja, ef þú ferð rétta leið að markmiðinu, og rétt leið trúin alltaf, og þú sem trúi manneskja, ég veit að þú leitar í Biblíuna og ert kannski töluvert fróður Biblíuna, það fer eftir því hvað þú leggur mikla vinnu á því við þetta. Og þar misjafnt á milli manneskja, því sumir eru bara hreinlega duglegri en aðrir. Það þarf vissan dugnað og vissan kraft til að fara inn á þessa braut, því að við erum misjöfn, en það hægt að tendra áhugan á öllu og í hverri manneskju. Ég get það kannski ekki, kannski get ég, en ég get það kannski ekki, en ég veit að Guð getur það. Hann bálar upp einhvern áhuga og þú ferð að hafa gaman að því að sinna þessu verki. Það ekki lengur leiðilegt. Og var reyndar aldrei leiðilegt, en sumir segja kannski að þetta sé alveg svakalega leiðilegt, en það gera vegna þess að þeir þekki ekki málið. Við erum stundum að fullera einhvað sem við veitum ekki hausnisborð á. Og það svona ljóður á ráði oft manna. En ég veit ekki alveg hvernig við komum mjög fyrir þetta, því að það sem þú gerir og segir, að þú talar oft mikla speki í trúnniðinni, vegna þess að Guð veit alveg á hvaða stað þú ert komin. Ég staður sem Guð opnaði þessu manni leið inn í, og þetta staður þar sem að orð Guðs svona, já, þar sem orð Guðs af þessum öðrum hvað mest talað. Þetta svona staðurinn sem hann setti mig á. Ég ekki mikið að tala í kirkjunni, og það eru margir sem þar tala og betur en ég, kannski, ég veit það ekki. Það ekkert atriði. Aðalatriði segi ég, vertu það sem Guð hefur sett þig. Hann var sett þig inn í kirkjuna sem einhvern talandi þar, og vertu þá bara þar. Hafi hann opnað einhver aðra leið fyrir þig eins og hann gerði hjá mér, þá bara vertu þar. Og ég þar, búinn að vera þar, 20 ár örugglega. Ég sé ekkert að ég sé neitt að hverfa þaðan. En það verður allavega ekkert fyrir að Drottinn þá talar það. En meðan hann samþykkir þetta, þá bara held ég áfram. Og ég finna að þetta staðurinn minn að vera á. Og ég bið að þú finnir að þetta sé staðurinn þinn sem þú ert á. Kannski allt öðruvísi staður og líklega. Við þurfum að finna okkar stað. Við þurfum að finna okkar hól. En við höfum ekki á að gera því. Hafi Drottinn kallað þig, þá setur hann þig inn í rétt hól sem þú finnur þig heima í. Og þar getur þú gengið fram í köllun þinni, hversu hún Og köllun, ég líka búinn að sjá það að köllun, hún getur breyst
eins og ég oft talaði þá var köllun mín mikið að biðja. Ég baði átt langar bænir og baði lengi og allt saman það, en þetta biði í dag. En svo kom þetta upp og ég fór að tala. Ég tala ekki mikið svona, í kirkjusalnum, en vegna þess að Drottinn opnaði mér ekkert leið þangað neitt sérstaklega. Hann opnaði mér leið hingað og hann vissi náttúrulega eitthvað til sem heitir net og þar alls konar efni, mikið af kristilegu efni, en líka mikið af sora. Þannig við höfum ekkert að leyfa neitt soranum að eigna sér miðil eins og netið mikill og merkilegur miðil sem að þú ert með bara hvað sem í símanum þínum, í tölvunni þinni, í sjónvarpinu þinni, hvað sem Það verið mjög óægilegt ef að það mætti ekkert vera neitt nema bara einhver sori. Þetta hlaut hitt líka að koma inn og það kom inn. Og það sennilega hvergi meira Guðs orði, frumfluttu Guðs orði eins og þar. Já, frumfluttu Guðs orði. Fullt af mönnum á svipuðum stað og ég hvað þetta varðar að við komum fram og flytjum frumflutt efni. Tala beint frá Guði. Við komum ekki með blað, uppskrifa ræðu, sem við kannski gera það og það ekki allt til að gera það ef menn vilja. Þetta komum við bara fram eins og við erum klædd og við byrjum og við lærum að Drottinn opna leiðina fyrir orðin og leiðina fyrir orðin sem hann vill segja. Þannig að þetta rosalega svona mikill friður yfir þessu vegna þess að þú ert ekkert að pæla í því hvað þú segir næst. Ég veit ekki hvað menn segja þetta, en þetta er mín leið. Ég sé ekki annan að þetta efni sé alveg í lagi. Hvað fyrir? Það er bara ein ástæði fyrir því. Þessi einstaklingur sem þú ert að horfa og hlusta á, hann er bara Guði gefinn. Og hann er svo sem ekki einn það, margir eru Guði gefnir. Vertu Guði gefinn. Það er léttasta aðferðin, það er léttasta leiðin og þú finnur að hann umleikur þig á bak og brjóst. Þannig að þú ert alltaf í þessum Guði, í Jesú nafni. Hann er með þig þar sem hann vill að þú sért. Hann er með þig í söfnið, það er alveg pottþétt. Söfnuðurinn tilheyrir kristnu fólki. Hann tilheyrir ekki í heiminum, hann tilheyrir kristnu fólki og allir þeir sem að komast í trúna, þeir uppgöta það að ég verð að vera í einhvern söfnuði. Ég verð að tilheyra einhverjum öðrum kristnum mönnum. Þetta bara einhvern veginn fæðist fram en var ekki áður vegna þess að þú hugsaðir ekkert þessi mál. Þér var haldið frá þessu máli vegna þess að Satan hann óttast ekkert meira heldur hann þegar ég og þú og við förum að horfa til Guðs, en það byrjar ekkert þannig. Drottinn fer að horfa til þín, þannig byrjar það. Svo fer það að veita þessu augliti athygli og svo snertir hann þig og þá ertu bara með á reynu hver snertir þig. Og þú segir eins og ég, það er til Guð. Þar með það endanlega staðfest fyrir þína parta hvað þú ert, á hvaða leið þú ert, hvað er langt síðan. Það getur alveg verið áratugi síðan. En þú manst alltaf þetta andartak þar sem að þessi fullvissa vaknaði með þér. Og hún hefur ekkert farið. Hún hefur vaxið og hún hefur rótast og hefur í dag mjög djúpar rætur og ég sé ekki alveg hvernig nægt að kippa þeim upp. Ég held að það sé bara mjög, mjög erfitt. Að við viljum ekkert láta neitt trufla við, við viljum að þetta bara skjóti sem dýpstu rótum. Djúpar rætur halda betur en grunnar rætur. Og við veitum að tré geta orðið óendanlega há, margra metra há. Og þú getur rétt ímyndað rótakerfið sem heldur 20 metra löngu tré uppi. Það hlýtur að vera mjög djúpar rætur þar. Og þannig er þetta með trúnaðina, hún vex eins og tréð. Þú getur orðið mjög mikil sig. Og þú mátt alveg vita það að rótakerfið er orðið þvílíkt. Því að það verður að halda öllu þessu uppi.
Ef það eitthvað virkt og fúið og fiskið, þá heldur trúin engum velli. Sumir eiga þannig trú að hún heldur engum velli og hvar eru þeir í dag? Ég veit það ekki, ég sé það ekki lengur í kirkjunni allavega. En það nú verra þegar það gerist, það svo sem erfitt að eiga við það, þegar menn koma gegn kirkjunni, þeir hendu öllu frá sér og koma svo gegn kirkjunni og kirkjunni og fólki. Þannig að þú sér að það getur allt gerst. Og ekki benda á einhvern sérstakann mann í þessu efni, bendu bara sjálf á þig og þú getur sagt þér sjálf að ég gæti orðið þessi maður. Já, sem kemur gegn kirkjunni. En þú getur líka sagt það og ákveðið, ég vill það ekki að það gerist. Og þetta setur þig á ákveðin stað, ákveðið varðberg gagnvart þér sjálfum. Þú eins og aðrir menn, aðrar konur eru viðkvæmt fólk. Og við erum fýlugjörnsum og það þarf ekki mikið til að við dettum þangað inn. En ef að trúin fær að vaxa eins og hún vill gera, þá styttist tímabilið í fýlunni og svo líður lengra á milli fýlana. Það aflið sem þessi trú að gefa okkur. Og þetta hvatningin til þess að höldum bara áfram saman hvernig ástandið akkurat núna. Það getur breyst, það mun breytast, en það breytist ekki ef þú leyfir hinu bara hvolfast yfir þig, því að þetta, ef það hvolfist yfir þig, þú gerir ekki neitt, þá íþyngir það þér. Og ef það verður þyngri róður þá getur þú bara gefst upp á þessu. Þannig hefur þetta verið með flesta sem hafa gefist upp, að þeir fengu svona byrðar á sig sem þeir réðu ekki við að kunni ekki að varpa af sér. Og hvar eru þeir í dag? Þeir eru ekki í kirkjunni allavega. En það svo sem ekki að harma það, menn ráða sínu lífi sjálfur og ekki þeim að draga af þessu lærdóm og við segjum við viljum ekki fara sömu leið. Þetta allt saman til lærdóms. Það sem eftir stendur við öll svona áfall, segja það, getum við sem horfðum á þetta og vissum að þetta dreigð lærdóm og sagtuð okkur skynsamlegum rómi úr því að þetta fólk lenti þarna og þá getið það líka. En svo getur bættið, en ég vill það ekki. Þetta mjög öflug setning, ég vill það ekki, því að einhvern veginn, þegar þú segir þetta, þá finnurðu að þetta að virka. Við höfum að gera okkur sjálfu það sem okkur til góðs. Það ekki allt til góðs, en sumt það og við höfum að gera það sem til góðs, ekki til ills. Við getum valið þetta bæði, en gerum það sem til góðs og sleppum öllu því sem verra. Af því við getum það. Þetta hægt, þetta framkvæmanlegt, en ef ég framkvæmaði ekki fyrir mig, bara því miður þá getur þú ekki gert það fyrir mig. Sumt verð ég að gera sjálfur. Allt sem kemur svona persónulegri trú minni þarf ég að sinna og vinna sjálfur. Margir eru tilbúnir til þess að aðstoða og sumir leggja inn gott orð og það allt í lagi með það virkar. En sjálfur verð ég að taka ákvörðunina að þiggja þetta og eftir fara hana veg. Og það hef ég gert síðan 1989 eða ekki. Það orðið allmörg ár síðan að ég uppgötaði þessa miklu uppgötun það til Guð. Það var það ekki 89? Jú, 89. Og hér í enn 2026 dásama Jesú og það reytist ekki til það. Vegna þess að það bara sannleikurinn sjálfur. Ef hann ekki verður, hver þá verður? Hann verður, meira en það. Hann það besta sem að til það ekkert annað til neitt betra. Þetta merkilegt að benda á þetta með allt þetta sem til í heiminum. Svo bendum við á eitthvað eitt og við segjum, það ekki til neitt betra en þetta. Þetta merkilegt og þetta auðvitað fyrir utan alveg risastór setning. En hún sönn. Það staðfesti ég og það staðfestir þú líka ef þú veist hvað ég að tala, sem ég veit ekkert hvort þú vitir. En þú getur alveg vita, ef ég gata, þá getur þú það líka.
Og þannig er þetta með okkur menn, að það sem einn getur sem manneskja, getur önnur manneskja einnig. Þetta er ekki fyrir einhvern einn. Og það eru allir veiklundað fólk. Það eru allir sem hafa gert mistök og jafnvel slæm mistök. En allt þetta fólk getur líka lært af sínum mistökum. Og ef það er skynsamt og hyggi, þá býr það svo hnúta að það gerir þetta ekki aftur. Hvað kom viðkomandi þangað? Líklega reiði og biturleiki og eitthvað sem að gramdana. En þetta er stórhættulegt fyrirbrigði. Að láta fara með sjálfa sig inn í þennan kjallara, dimma kjallara. Því að þetta er dimmur kjallari. Þannig að þú getur snúið við áður en þú lendir í þessu dýpsta myrkri og komið þér aftur upp í ljósið ef þú eru að vilja það. Og þú vilt það ekki ef þú sér það ekki. Menn eru slegnir blindu og hver slær mann blindu? Þú viti hvað hann heitir. Hann heitir Satan. Ef Guð er raunveruleiki sem hann er, ef Jesús er raunveruleiki eins og hann er, þá er Satan það líka. Hann er dökkamyndin á þessum fleti. En hann er ekki lengur á fletinum vegna þess að trúin þín, björt og falleg, hefur ítt þessum dökkafleti út. Og þó þú lítir yfir spjaldið, þá finnur ekki lengur hennar dökkaflöt. Það sem er búið að fjarlæga er farið og það er ekki lengur það sem það áður var. Þannig að þú truflast ekki beint af þessu. En þú ert á varðbergi fyrir alls konar truflunum því að það hættir ekki neitt. Þú ert alltaf að standa varðberg trúnaðina því að ef þú gerir það ekki þá gæti ég ekki gert það þó ég allur vildi. Sumt verður maður að gera sjálfur. Vegna þess að trúin er persónuleg. Þú frelsaðist prívat. Alveg eins og ég frelsaðist prívat. Og ég þarf að varðveita þetta sem ég frelsaðist af þegar ég sá Krist, já, bara opinberaðist mér þarna í anda mínum, ég sá hann get ekki lýst á hann. Og ég sagði upp á það til Guð. Eins og ekkert væri sjálfsagðara. Ég var ekki einu sinni hissa á því að hann var þarna, en hann var þarna. Ég hafði ekki þekkt hann áður, af því ég hafði aldrei séð hann áður. Ég sá eins og ég var að segja, þá get ég ekki lýst því hvernig hann var, en ég sá hann í anda mínu. Ég man það svo vel. Þetta er ekki roki, ég veit ekki hvað þér finnst vera roki. Þetta var sannleikur, þetta er það sem að þessi einstaklingur upplifði. Og það er ekki roki að segja sannleikan. Það er alltaf rétt, bæði fyrir mig og þig að segja sannleikan. Við höfum að temjast á og venja okkur á að segja sannleikan. Sumir eru svona uppteknari það en aðrir, en öðrum er alveg slett sama hvort þeir segja satt eða ekki. Og sumir eru orðnir svo skemmdir að þeir gera í raun og veru engan greinarmun á sannleika og lygi. Það er ekki góð staða, en hvert menn geta farið með sig er alveg ótrúlegt og óútreiknanlegt og með Guð í hjartanum og kennslu Guðs og Drottins yfir sér, þá er engin hætta á þessu. Því að þú trúmanneskja lifir í sannleika Krist og hann hnippir í þig ef þú ert eitthvað að sprikla í einhverja vitlausar áttir. Hann segir bara, konur minn, slaka hann á þessu á og við skulum tala saman. Og þannig fer það, við tölum saman. Og þá er náttúrulega mjög auðvelt að biðjast afsökunar á þessu frumlaupi og við erum enn til þess að gera það. Þegar Drottinn hnippir í okkur og hann segir eitthvað við okkur og við sjáum að þetta er rétt, því hann segir alltaf satt. Við erum enn til þess að taka því. Við getum ekki verið að slátt líka við Guð, við getum slegist alla í kringum okkur og upp á kanti allt og allir í kringum okkur. En til að stoppa einhvers staðar, þá leitum við sátta við Guð. Og hann er góður, hann vill frið, hann vill að sitt fólk lífi í friði. Og hann kemur á friði allt í kringum okkur. Hver oft hefur maður ekki reynt þetta? Á þess að maður er sjálfur lyft upp fingri. Og maður þakkar fyrir það að maður gerði það ekki. Og þannig kemur reynsla til
taks því að við erum alltaf að lenda í einhverju, alltaf einhvað að gerast í kringum okkur sem jafnvel að ergja okkur. En við vitum að Guð með, bent á sjálfu, og hann veit náttúrulega alveg í hvað kringum staðu er, hann mun skakka leikinn, fjarlæga sumt fólk og koma með annað betra inn og svo framvegis. En þetta er alltaf samt hætta á því að syndin er vaðandi allt. Það er ekki allir sem eiga trú, syndin er vaðandi allt og syndarinn er bara opinn fyrir öllu þessu illskunarveldi og hann er ekki verri maður en aðrir menn, en hann er opinn fyrir þessu, þannig að þú veist ekkert hvar verður hann á morgun. Þú veist það ekki. Festan fer þegar að þetta afl er að koma inn, því að það elskar þetta ístöðuleysi manna. Og til að halda því við, án þess að þurfa að gera mikið, þá er hann með manni fullan á óánægju, með sjálfan sig, með allt í kringu svo framvegis, og það er fínasta fóður fyrir hann að bara gera það sem hann vill. Og hann er ekkert að hugsa þína heill. Hann er að hugsa það eitt að koma því í þá aðstöðu að þú gerir bara nú mikinn skandal. Hann hugsa svona, öndverti lifandi Guð sem gerir allt sem hann gerir þér til góðs. Kirkjunni til framdráttar og uppbyggingar, en hinn er ekkert að hugsa kirkjuna. Hann hatar kirkjuna. Hatar kirkjuna kannski sjálfur. Akkur. Segðu mig fyrst hvað hún hefur gert þér og svo skulum við ræða hvort það sé hægt að hata kirkjuna eða ekki. En ef þú kemst á þennan stað að fara að pæla í þessum hlutum, þá sérðu að kirkjan hefur aldrei gert þér neitt. Ég bara fullyrði það. Ég þekki kirkjuna. Ég veit hvernig hún starfar. Hún er ekkert að ángra fólk með einu eða neinu. En hún talar auðvitað sannleikann. Og við erum komin á þann stað í þessu öllu saman að við sum höfum sannleikann. Já, þetta eru tímarnir sem eru núna. Að við mörg okkar höfum sannleikann. Okkur finnst hann bara þvælast fyrir, burt með hann. En hann auðvitað fer ekki neitt og hann heldur bara áfram að vinna sitt verk og höggva í sama knérun og fá svæði sem óvinnir hann hefur eignað sér. Þetta gengur svona bara fram og tilbaka, það fer eftir því bara hvað ég geri. Og meðan að ég held mér trúar megin að þá náttúrulega stækkar hringurinn kringum mig sem að Guð hefur eignað sér. En ef ég slaka á minni trú, þá fer að saxtast, tínast að þessu. Og það verður trú minni alltaf til þjóns. Og ég líð það aldrei ekki. Af hverju? Þetta öll þessi ár og allt það sem maður hefur reynt, nei, það er bara ekkert inn í myndinni. Þetta er hugsun sem að Drottinn gefur okkur. Full af eigum, en kemur ekki inn nema því við sækistum eftir þessu. Trúin er gjöf, trúin er afl sem við eigum. Og við vöxum í þessari trú, gerum ýmislegt sem að eykur áhrifin á trúnni og þannig vex trúin og verður þetta gríðarlega afl sem er öllu öðru afli meira. Þetta gerist í einum og hverju manni sem að fer þessa leið og margir sem að ég þekki eiga mjög öfluga trú og eru ekki nánast í sama fólk og var sem að þegar maður kynntist í fyrir áratugum. Það var miklu öflugra og í Guði en það var þá. Af hverju? Trúin, ef hún fær bara rétt skilyrði, þá getur hún ekkert annað en vaxið. Ég ræði öll það, hvort hún vaxið eða vaxið ekki, og þess vegna getur ekkert hvatningin héðan verið önnur en að vera með svo á þeim stað að trúin hafi þetta afl að vaxa. Ég og þú, við ráðum því ein hvort að verði. Ef við gerum ekki neitt, þá gerist heldur ekki neitt. Og það er mjög slæmur kostur. Ef ekkert er að gerast vegna þess að við eiginlega nennum ekkert að gera neitt. Stundum er maðurinn þannig að hann eiginlega nennir ekki að gera neitt. Líka það er mjög slæm staða, en maðurinn er að svo mörgu leyti út úr reiknanlegur. Hann getur verið viljugustur allra manna í dag til að gera allt sem á borðið er lagt, svo næsta dag þá vil hann ekki hreyfa við neinu.
Þetta er manneskja. Þetta er veiklundu manneskja sem að sveiflast til í geði og sinni og vegna þess að það er ekki tekið á því sem að veldur þessu róti og maðurinn er ráðalaus gagnvart þessu, en trúin getur breytt þessu til batnaðar. Trúin getur allt. Svo sem er í Kristgerinn og getur allt. Og þetta fer að vaksa og það að hrynja af viðkomandi sem var að valda því að hann hljóp út og suður út, vissi ekki hvað átt hann var að fara. Þannig að það allt saman breytist, vegna þess að við viljum að þetta breytist, og svo komumst við inn á þennan stað og við sjáum að mér langar ekki til að snúa á þessu stað. Ég kann vel við mig hérna og ég ætla að vera hérna undir þessu afli, vegna þess að þetta er aflið sem að gera mér hvað best. Og við eigum að auðvitað vera þar sem að gera okkur hvað best. En við náttúrulega mörg okkar og ef við erum á vissum stöðum, þá viljum við ekkert með þetta hafa. Við erum sér búin að fyrirfram dæma einhvað sem við þekkjum ekki og við vitum að við þekkjum þetta ekki. Samt dæmum við þetta út og suður. Það er alltaf bara verk Satan sem að kemur því til leiðar að við dæmum þetta út og suður. Þegar hann er alltaf að benda á þetta, hann er alltaf að benda heitt sem að skeði. Og það er því miður sumt er satt og hann bendir á þetta aftur. En auðvitað getur allt skeð og við megum ekki gleyma því að maður, þó að sé trúaður maður, þá er hann bara bresk manneskja. Og ef þessi breska manneskja gæti sín ekki, þá getur allt skeð. Og þetta eru mennirnir og konurnar sem að koma á vissan hátt óorði á kirkjuna, sem gefur Satani færi á að benda á. Þú mást nú hjá þessum, hvað skeði á þessum og svo framvegis. Og þessari sögu er dreift. Til þess að menn bara hristu höfuðið ef þeir sjá kross og bara hristaður höfuðið. En það er ekkert vandinn. Krossin hefur aldrei verið vandinn. Krossin er lausn fyrir mann og annan og hann sér ekki neitt. En Guð er yfirsveimandi, hann snertir við þessum og hinnum, hann sér. Þá hættir þetta að vera fælandi sem að honum fannst að bara verið það heimskulegast í öllum heiminum. Og allt í einu fer hann að vilja bara fá þetta. Þetta er umskapað hjarta. Ég gerði það ekki, þú gerði það ekki. Drottinn sjálfur gerði það. Hann er ennþá inn eins. Þannig við höfum leiðina og það er svo mikilvægt fyrir okkur líka að boða og það er ennþá sem betur fyrir verið að boða orð Guðs og þannig að þetta er allt í gangi, það hefur ekkert gleymst af þessu og sumir eru iðnari en aðrir við að boða en ég held að öll getum við tekið undir það, við mættum vera duglegri við það en sumir eru samt iðnari en aðrir við að boða. En þó held ég að þessi staða boða blundi með hverri mannsku. Hvað hún gerir er síðan allt annað mál, en einhver staðar, einhver tíman tekur hún sér taki og fer af stað. Hvernig, ég veit það ekki, en einhvern veginn, þannig að orðið fer aðeins að stað og það þarf ekki að fara nema aðeins að stað til að einn og annar frelsist. Þetta snýst ekkert mig, þetta snýst Drottinn sem að hefur allar leiðirnar fyrir þetta orð sitt því hann á orðið. Ég frelsaðist fyrir orðið. Og fyrsta orðið mín voruð þær til Guð. Þetta kom ekki frá sjálfum mig, þetta kom bara frá trúarhjartanu mínu sem þegar var komið. Það tekur ekki Drottinn um að svona langan tíma að frelsa mannin og allt í einu ertu komið eitthvað í því sem bara þú verður samfærður að það er. Þess að ég sagði þetta til Guð. Ég var alveg samfærður. Það var engin efi í mér það að þetta væri neitt annað en sannleikur. En þetta var fyrir rúmum 30 árum og þá vissi ég náttúrulega ekki það sem ég vissi í dag. Hef ég orðið fyrir vonbrigðum. Það er rangt af mér að segja vonbrigði. En ég, svo sem get ekki dæmt þetta neitt vegna þess að ég vissi ekki hvað þessi vegur var. Ég eiginlega dró upp enga mynd af honum í vontrúnni og ég var aldrei þar að tvá neitt í þetta.
Nei, ég hef ekki orðið fyrir neinum vonbrigðum en ég hef lært ósköpun öll af þessari göngu og einkum og sér í lagi menn, hvað þeir eru svakalega brokkingir oft á tíðum. Og ég er að tala um menn, ég er líka að tala um sjálfa mig þegar ég er bara einn af þessum mönnum. Sem að, já, reyni í veikumætti að gera það sem er rétt og texta nú vonandi oftar en ekki. En ég þarf að hafa fyrir þessu öllu. Það er alls konar kringumstæður og aðstæður sem ég er í, ekkert síður en þú. Ég veit ekki hvernig þú vinnur úr þínum kringumstæður en ég hef reynt að vinna úr þeim jafnóðum bara með Guðs hjálp. Tekst mér það? Já, það lítur að vera, allavega er ég enn við þetta að tala þessa þætti mína sem ég er búinn að gera já, á annan áratug en svona misjafnlega duglegur við það. En alltaf annars slagi þá stend ég nú upp og tek mér taki í svona. Segjum þetta gott og Konráð kveður.